Komið þið sæl kæru vinur og hjartanlega velkomin á þessa hátíðarstund í dag hjá Íslensku Kristkirkjunni. Ólafur heiti ég og ætla að vera með ykkur næstu 45 mínúturnar ásamt fleira fólki. Og enn og aftur erum við í þeirri stöðu að geta ekki boðið fólki til kirkju á þessari miklu hátíð ljós og friðar vegna faraldursins. En það er ekki ytri umgjörð eða aðstæður sem að skipta máli, heldur innihald og merking jólana. Og því miður að þá kvarnaðist úr tækniteiminu hjá okkur, mistum mikilvægan mann í sóttkví og þannig að þá verðum við bara að reyna aðrar leiðir. En við ætlum að eiga góða stund í dag, við munum heyra ritningalestur og hlýða saman á tónlistaratriði, en við skulum byrja á því að biðja saman. Já, himneski Faðir, þú ert uppspretta allrar gleði og friðar. Þú boðar okkur enn og aftur mikinn fögnuð. Því frelsari er oss fæddur. Vilt þú hjálpa okkur Drottinn að veita honum viðtöku? Að við mættum þiggja gjafir hans sem að réttir okkur í nútíð og framtíð. Og gefa hann mætti líka fagna okkur þegar hann kemur í dýrsinni til að taka okkur inn í friðaríki sitt. Í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við hlýða á tónlistaratriði. Ég heiti Kristín Helga og ég ætla að lesa úr Lúkasar Guðspjalli, kafla 2, vers 1-14.
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Amen. Ég heiti Snæfríður og ég les úr Lúkasaguðspjalli 2. kafla vers 15-20. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til heimins, sagði hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngert oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta, og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Amen. Ég les úr Jesaja 9. kafla, vers 2-7 í 81 útgáfunni eða vers 1-6 í 07 útgáfunni. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, þú gerir gleðina mikla. Menn gleðja sig fyrir þínu augliti, eins og þegar menn gleðjast á kornskurðatímanum, eins og menn leika fögni þegar herfangi skipt. Því að hið þunga ok hennar, stafinn sem reið að herðum hennar, brodd rekstramannsins, hefur þú í sundurbrotið eins og degi Midjans. Öll harkmikil hermannastríðir og allar blóðstofnar skikkjur skulu brenndar og verða eldsmatur. Því að barn á spætt, sonur á skefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guðs hetja, eilíðar faðir og friðarhöfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Amen. Láti lóð
Hvers vegna gefum við gjafir á jólum? Þegar við vorum börn voru gjafirnar hápunktur jólana og fyrir sum okkar hefur gleðin sem fylgir því að gefa og þiggja gjafir ekki vantað. Sumt fólk veltir því fyrir sér hvað allt þetta tilstand sem að fylgir jólamánuðinum hefur að gera með fæðingu Jesú, jólasöguna sem að var lesin hér áðan. Þann 19. desember árið 1843 kom út bókin Christmas Carol eftir rithöfundur Charles Dickens. Þessi bók hún var skrifuð á 6 vikum og á aðfangadagskvöld þá var hún uppseld. Þessi jólasaga hún ein mest selda bók allra tíma fyrir utan Biblíuna kannski. Og hann má segja að hún hafi breytt í varanlega hvernig við höldum jól. Og hún minnir okkur líka á gleðina sem finna má í vináttu, gæsku og gjafmildi. Sagan í hvort tveggja í senn gleðisaga og harmsaga. Höfundur texta á sinn innri mann. Hann eins og 2 persónur. Jafnvel fleiri. Einn vænn og ljúfur, hinn sá sem enginn má þekkja eða draga í efa. Sá á enga vini eða fjölskyldu og upplifði aldrei gleði í lífinu. Einn án ástar og gleymdur. Sagan fjallar kaupsýslumanninn Ebenezer, Scrooge sem var kaldlyndur nirfill. Hann felldi ekki tár, hann hugsar bara peninga, en á aðfangadagskvöldi hittir hann fyrir andlega leiðsögumenn, þrjá anda, sem á einu kvöldi kenna honum hvað hann ömurlega vansæl manneskja. Gervimennska harmakvein nirfilsins þegar hann inntur eftir merkingu jólana. Ég á enga vini og ég hef enga þörf fyrir þá. Höfundur text á við þessa stóru og mikilvægu spurningu, hver ég? Hann líkt og varpar þessari spurningu fram til einnar af aðalpersónum sögunar sem ég nefndi hér áðan og Ebenezer Scrooge svarar, ég hungrið. Ég kuldinn og ég myrkrið. Ég skugginn í hugsunuðinum, brestur í hjartaðinu, blettur á sálðinni og ég mun aldrei yfirgefa þig. Og hann heldur áfram. Hvað jólin annað en afsökun fyrir því að ræna menn 21. desember á hverju ári? Tími til að borga reikninga án peninga. Tími til að verða ári eldri en ekki klukkustund ríkari. Ef ég fengi mínu fram, myndi hver einasti fáviti sem segir orðin gleðileg jól verða soðin niður í sinn eigin kjötbúðing og grafin með mistitein í gegnum hjartað. Ebenezer hélt hnefanum lokuðum myllusteinin, kristandi, hrifsandi, klórandi og krefjandi, þessi ágjarni gamli syndaselur. Mannfólk og almannaheill voru hans viðskipti. Góðgerðarstörf, miskunn, umburðarlyndi og góðvild gengu kaupum og sölum hjá Ebenezer Scrooge og viðskiptafélaga hans, Jakobi. Og hann gekk með þá fjötra sem hann útbjó sér í lifanda lífi. Hann útbjó sína keðju, hlekk fyrir hlekk, metra eftir metra, og af fúsum og frjálsum vilja umvafði hann sig þeim. Af eigin ramleik og vilja gekk hann með fjötra sína. Þekkir þú lengd og þyngd þeirra hlekkja sem að þú sjálf eða sjálfur gengur með? Hlekkir þínir allt í kringum þig, fortíð og nútíð og það sem enn óorðið. Til hvers að gramsa í fortíðinni? Jólin gjafir allsnægta, góðvildar og gjafmildi. Ebenezer átti ekkert af þessu. Hann var hræddur og treysti engum, vildi ekki að upp hann kæmist því hann hafði ekkert að gefa.
Og þó svo að ekkert hafi verið vafið í gylltan fallegan pappír við fæðingu Jesúbarnsins, þá einkenndist þessi atburður af óheyrilegri gjafmildi. Guð gaf sinn einkason. Og þetta var stærsta gjöf sem nokkur tíma hefur verið gefin vegna þess að dýrlegur sonur Guðs sem var í heiminn kominn reyndist sá eini sem gat gefið líf sitt sem fórn fyrir syndir alls mannkynsins. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að vér skildum lifa fyrir hann. Og í þessu birtist elskan, að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þér heyrðu það frá upphafi, til þess að þér skildu lifa í því. María gaf líkama sinn og orðspor, og hirðarnir gáfu vitnisburð sinn, vitringarnir gáfu gjafir og veittu Jesú lotningu. Jesús tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur og gaf sig fram sem frelsara. Allir þeir sem trúa hann geta hlotið fyrirgefningu, endurreist samband sitt við Guð, lifaði sátt við alla menn og náttúruna, og þjóðir geta lifaði sátt sín í millum ef vilji er fyrir hendi og bjarga sér þar með frá myrkri, ástleysis, einangrunar og vansældar. Þegar við heyrum jólasguðspjallið, þá er gott að spyrja sig hvort að við höfum pláss fyrir Jesúbjarnið. Jólasagan boðar gleðitíðindi. Yður er í dag frelsari fæddur. Og það eina sem við getum gert er að þakka Jesú fyrir þessa ólýsanlegu gjöf sem hann er. Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesú sjálfs hann sagði, sælla er að gefa en þiggja. Og þegar að Jesús kallar okkur til fylgdar við sig, til að byggja ríki hans hér á jörð, þá vill hann að við séum góðir ráðsmenn, hæfileika okkar og gjafa og að við séum örlát. Gleymum því heldur ekki að Jesús bar sjálfur öll einkenni göfulindis og gjafmildis. Hann gekk gjörði gott, gaf og blessaði af mikilli ósérhlífni og óeigingirni. Og það er mikilvægt að hafa það í huga að það eru engin takmörk fyrir því hvað við getum gefið af því sem við búum yfir. Eins og tíma, hlusta, hlúa að, styðja og styrkja og að sjálfsögðu með fjárframlögum og fallega innpökkuðum gjöfum. Náttúrulegir hæfileikar okkar eru þeir sem við fæðumst með, einstök færni og geta sem við búum yfir. Við erum síðan kölluð til að þróa hæfileika okkar og gjafir út frá orði Guðs og leiðbeiningum heilags anda. Í gegnum orð sitt og anda gerir Guð okkur kleift að þroska skapgerðar einkenni okkar, auka persónulegan vöxt og byggja upp andlegt, heilbrigt atgerfi og skilning. Vera góðir ráðsmenn tíma okkar og gjafmild á hann. Þú getur ekki gert góðverk of fljótt því þú veist aldrei hversu fljótt það verður of seint, sagði Ralph Waldo Emerson. Þrátt fyrir að sumum finnist að efnishyggja og markaðssetning hafi rænt okkur þeim fallega sið að gefa gjafir á jólunum að einhverju leyti, þá megum við ekki gleyma því að hinn sanna gjafmildi er þegar á öllu er á botni hvolft, kjarni jólahátíðarinnar. Og jólin veit okkur kjörið tækifæri til að sýna kærleika og þakklæti í verki með því að gefa gjafir. Drottinn sett okkur fordæmi í þessum efnum með henni einu algjöru fórn, henni lifandi von í syni sínum Jesú Kristi. Frelsarinn fæddist til þess að kenna okkur Guð og koma á fullkominni sáttargjörð milli manna. Og Jesús kom til þess að kenna okkur að það er alltaf von, kærleikur og nýtt upphaf í öllum kringumstæðum. Sagan segir að innblástur
að heilagur innblástur hafi komið í huga Charles Dickens þegar hann skrifaði jólasöguna. Jólaguðspjallið innblástur heilags anda Guðs inn í huga og hjarta Lúkasar. Gleðilegur innblástur sem gerir hverja síðu hlýja. Biblían verður ekki lesin án glóandi hjarta og brennandi kima af kærleika. Ég óska öllum margra gleðilegra jóla, mikillar vináttu og fjölda góðra minninga. Á þessari árstíð vonar verður engum vísað frá allsnægtaborði Guðs og allir eru boðnir velkomnir. Bjóðum velkomið það sem var, það sem og það sem við vonum að verði í þessu skjóli undir jötu barnsins í Betlehem. Megi þessi dagur ilma af ástinni sem við berum hvert til annars. Guð blessi okkur öll sömul. Gleðileg jól. Tilbiðum þig, Jesús, og þig Við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Við tilbiðum þig, Jesús, og þig Við lyftum til þín höndum og upphefjum þitt nafn. Og við skulum ljúka þessari stund áður en við hlýðum á sálminn Heimsum ból, þá skulum við ljúka stundina á því að biðja Faðir voru saman og þannig felum við Guði Föður vorum allar okkar bænir, bæði sagðar og ósagðar og felum þjóð okkar í hans hendur og líf vort og fósturjörð. Og við skulum biðja saman bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í
svo